Sérfræðingur í almannatengslum segir útspil já vera klúður að óþörfu en fyrirtækið hefur látið hanna límmiða til að líma yfir forsíðu símaskrár síðasta árs en á henni mynd af Agli Einarssyni, öðru nafni Gils, og fimleikastúlkum úr Gerplu. Hödd Vilhjálmsdóttir tekur nú við. Egill Einarsson, maðurinn á bak við Gils, hefur verið kærður í tvígang fyrir kynferðisbrot á síðustu mánuðum en ekki liggur enn fyrir hvort Egill muni verða ákærður. Já lét fyrir áramót útbúa límmiða til að koma til móts við þá viðskiptavini sína sem kjósa að sjá ekki Gils þegar þeir taka símaskrána fram. Hægt að fá 200 límmiðum til að líma á símaskrána, annars vegar það sem að Gerplustúlkurnar eru límdar yfir Gils og hins vegar það sem eins og Gils hreinlega bara rifin út úr símaskráni. Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já, vildi ekki koma í viðtal en segir fyrirtækið ekki með neinum hætti vera að taka efnislega afstöðu til málsins sem enn í rannsókn. Hún segir nokkra tugi viðskiptavina fyrirtækisins hafa nýtt sér þennan valkost. Jón Hákon Magnússon, sérfræðingur í almannatengslum, hefur meðal annars sérhæft sig í krísustjórnun fyrirtækja. Honum finnst aðgerðir Já mjög grófar. Þess að samkvæmt íslenskum lögum eru menn saklausir eða sannaðir sekir, málið þessi tvö mál ennþá í rannsókn. Og meðan að það þá náttúrulega þetta mjög grófar aðgerðir gegn þessu manni. Hann segir að máli hljóti að skaða ímynd Já mjög mikið, allavega til skamms tíma. Fyrirtækið sé með aðgerðunum ekki að ná að klóra yfir þau meintu mistök að hafa Gils á forsíðunni. Þeir eru ekki að bjarga því máli með því að skaffa þessa límmiða sem þú verður að sækja upp á skrifstofu til þeirra. Og hver nennir, ný símaskrá kemur eftir nokkra mánuði og hver nennir að fara að sækja eitthvað límmiða til að líma yfir símaskrána. Þannig að þeir eru að vekja athygli á þessu máli að óþörfu.